Góðan daginn, komið sæl, öll sömul. Verið hjartanlega velkomin á þennan íbúafund framtíðaruppbyggingu Takk Stefanía inn í Hoffelli. Uppbyggingu sem að Bláa lónið mun standa að. Það frábær mæting. Þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma. Við erum búin að eiga góðan dag hér í dag. Við erum búin að vera inn í Bláa lónið, það sem að Dúddi og fjölskylda tók vel á mót okkur og það sem við ætlum að gera núna að við erum með góða gesti hjá okkur, Grímur, Sigurður og Magnús Orri frá Bláa lónu og Magnús Þór frá Rarik, beinu streymi og það var áhugavert í morgun þegar kynningin í Ráðhúsinu fyrir umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarstjórn var að hefjast að þá byrjuðu símar hjá Bláalónsmönnum að ringja og þá var eitthvað að gerast. Þannig að ég held að við gleymum þessu degi seint en að því sögðu þá vil ég bjóða Grím Sæmundsen, forstjóra og stofnanda Bláa lónsins velkomin á svið. Hann þarf reyndar að rjúka á eftir, eðlilega, með flug í suður. En hérna Grímur, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri og ágætu fundamenn. Ég byrja því að þakka Sigurjóni og hans fólki í bæjarstjórninni fyrir þá aðstoð að búa til þessa fundar með ykkur íbúum Hafnar til að gefa okkur kost á að segja ykkur frá okkar uppbyggingaráformum að Hoffelli og það er okkar mat að það sé mikil tækifæri hér á þessu svæði til frekari innviðauppbyggingar í ferðaþjónustu og okkur svellur móður að leggja okkar að mörkum til að skapa hér einstakan segul á heimsvísu og vera hluti af því samfélagi sem þið hafið skapað hér á Höfn og nágrenni og náttúrufegurð hér og náttúruperlur eru einstakar og eins og ég sagði áður að þá tel ég að það sé hægt að gera enn betur. Við viljum leggja okkar að mörkum og kollega mínir tveir, Sigurður og Magnús Orri, munu fara yfir þessi uppbyggingar áfram með okkur og eftir og sjálfsögðu aðdragandi máls á að við höfum náð samstarfi og samningi við fjölskyldur á Hoffelli þessu uppbyggingu og einnig átt gott samstarf við Rarik og ég vil þakka þessum aðalum báðum fyrir frábært samstarf til þessa. En við skulum það bara byrja og mér skilist að Sigurjón ekki rétt Magnús næstur. Gjörðu svo vel. Komið þið sæl og yndislegt að koma til Hafnar, ævinlega. Við hjá Rarik rekum nú öfluga starfsstöð hérna á Höfn í Hornafirði sem að sinnir verkefnum víða Suðausturland og meðal annars hitaveitunni hér í Hoffelli. En ég nú bara svona nokkurs konar upphitunarband hérna og rokkararnir að þeir koma á eftir. Þannig að hérna ég mun ekki staldra neitt sérstaklega lengi við en ég ætla samt að greina þess frá bara stöðunni í hitaveitunni á Hoffelli og hérna tilurð samningsins og samstarfsins við sveitarfélagi hér og svo Bláa lónið. Hitaveitan í Hoffelli var formlega tekin í notkun 2021 og leysti þá af hólmi fjarvarmaveitu til margra ára. Þetta var náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt skref og eins og kynnt var þegar hún var tekin í notkun að þá var það okkar mat á þeim tíma að þetta yrði öflug hitaveita til langs tíma og hefði tækifæri til þess að skipa sér í hóp með öðrum hitaveitum með skynsamlegt eða hagstætt verð. En þegar að ráðist í svona stóra framkvæmd hins vegar að þá fjármagnskostnaður hár og afskriftir háar í fyrstu. Síðan minnkar þetta með tíð og tíma. Það mikilvægt að rekstur veitunar verði góður til lengri tíma og þá skapast tækifæri til bara ábata fyrir samfélagið allt.
En mér finnst líka rétt að taka það fram að sko Rarik rekur 4 hitaveitur og 1 fjarvarmaveitu núna og þær eru allar reknar sjálfstætt, sem sagt með sjálfstæðar gjaldskrár. Það fer eftir í raun og veru afkomu hverrar veitu, hvernig gjaldskránni er hagað. Bara hitaveituna og hérna svona tölulegar upplýsingar. Afkastageta veitunar, við metum hana í dag vera svona 35 sekúndulítra. Meðalnotkun getur farið hærra, getur farið upp í 50 sekúndulítra í toppnotkun, en í dag er verið að nota svona 25 lítra á sekúndu frá veitunni. Sko, þetta er ný veita og það tekur alltaf svolítinn tíma að komast að því hvernig vatnsforðinn hegðar sér. Það er búið að gera bara ýmsar mælingar, við erum með ISOR með okkur í liði þar sem hefur séð mælingarnar og meðal þess sem hefur verið gert er að gera svokallaða ferilefnagreiningu sem að leiðir í ljós hvortar niðurdæling í svæðið sé hagstæð eða ekki. Og við höfum í raun og veru af því að hér var rekin fjarvarmaveita sem er í hringrás, að þá er kerfið hér þannig uppbyggt að við getum tekið bakrásina af hitaveitunni hér aftur tilbaka upp í Hoffell, dælt henni niður í svæðið og aukið þannig við vatnsforðan á svæðinu. Og þetta er gríðarlegur kostur og í raun og veru mikilvægt fyrir veituna hér. Og þessar ferilefna mælingar sem hafa verið gerðar að þeim er í raun og veru ætlað að leiða í ljós hvort að vatnið skili sér aftur og á hve löngum tíma og það lítur út fyrir að það sé bara svona mjög fýsilegt. Vatnið geti verið að skila sér eftir 6 vikur eða lengri tíma sem að þýðir að það blandast vel í pottinn, hitnar og svo framvegis. Og með þessari niðurdælingu er í raun og veru hægt að viðhalda svæðinu og auka afkastagetu þess enn frekar. Við áformuðum að fara í þessa framkvæmd, það er að segja, leggja bakrásina aftur upp í Hoffell, svona 10 árum eftir að við hófum starfsemi með veituna. Núna hefur verið ákveðið að fara fyrr í þessa framkvæmd og við erum að undirbúa hann á þessu ári, gerum ráð fyrir að fara í framkvæmdir á næsta ári og að hefja niðurdælingu á árinu 2026. Þannig að það er bara skapar tækifæri fyrir samfélagi hérna, atvinnulífið, Bláa lónið og alla viðskiptavinni veitunar. Að jafnaði þá nægir ein hola fyrir vatnsþörf hitaveitunar. Sko, hér hafa verið boraðar 5 vinnsluholur. Þær hafa nú ekki verið virkjaðar allar, ef svo má segja, en við notum í raun og veru eina holu, erum með aðra til vara og getum skipt á milli eftir álagi ef að þarf. Hiti vatnsins er 70 gráður þegar álag er lítið, 78 gráður þegar álag er mikið. Sem sagt, þegar að notkunin er meiri, þá erum við að fá vatnið hraðar frá Hoffelli til Hafnar og hitastigið er þá hærra þegar það kemur hér á Höfn. En hvoru tveggja myndi ég segja svona ásættanlegur hiti. Nú Bláa lónið áformar að byggja hótel með hérna baðaðstöðu og við höfum átt mjög gott samstarf við Bláa lónið þetta verkefni. Áætluð notkun þar eða sú svona notkun sem að samið var okkar í milli voru 3 lítrar á sekúndu en Bláa lónið hefur nú óskað eftir því að auka við það þegar og ef tækifæri verða til þess. Og sem sagt þegar eins og ég nefndi bara áðan, þegar við förum aftur í niðurdælingu að þá mjög mikilvægt í þessu sambandi. Sem sagt samningurinn er með þeim hætti að allt vatn sem að Bláa lónið tekur til sín að því er dælt niður aftur. Sem sagt þessir 3 sekúndulítrar fara í gegnum varmaskipta hjá baðaðstöðunni og er svo dælt beint niður í svæðið aftur. Þannig að í raun og veru að þá rýrir samningur við Bláa lónið afköst veitunar ekki neitt.
tel að svona 95% af vatninu muni skila sér aftur inn í svæðið. Og þetta er feikilega mikilvægt og svona svolítið í anda sjálfbærnistefnu þeirra með lóni hér sem að Sigurður og Magnús Orri munu fara betur yfir á eftir. En þetta er gríðarlega mikilvægt. Sko til þess að niðurdæling sé möguleg þá þarf að vera að dæla niður vatni sem er af sama uppruna og er á svæðinu og það er náttúrulega augljóst að svo er með vatni sem er dælt beint upp úr holu og beint niður aftur. Þetta er sem sagt sama efnainnihald af vatni og það sama á við bakrásina hérna frá Höfn að sama vatn gerir þetta mögulegt. Fyrir þau sem ef þið sjáið svæðið þarna, við höfum borað 5 vinnsluholur, það er hola númer 4 sem er svona svo sem er í mestri notkun hjá okkur. Já, afsakið, ég er svona stundum aðeins og eftir með glærurnar hérna. En við sem sagt, við útilokum ekki að geta afhent meira vatn í framtíðinni en samningurinn til að byrja með er 3 sekúndulítra. Og einn punktur sem er bara ágætt að koma á framfæri hérna líka að samningur við Bláa lónið er þannig að þau greiða sama verð fyrir vatnið eins og aðrir viðskiptavinir hér á Höfn. Já. Þetta var ég búinn að tala það er það sem sagt að Bakrásarlögnin frá Höfn verði tekin í notkun á árinu 2026. Þá er hægt að dæla niður nær öllu vatni og afkastageta svæðisins eykst. Ég held að við getum sagt sko að við áformum ekki, ef að notkunin hér er 25 sekúndulítrar, við áformum ekki endilega að dæla niður 25 sekúndulítrum aftur, heldur að þá verður það stillt af, það verður möguleiki eða tækifæri til þess að dæla niður nánast öllu vatni en það þýðir ekki að það sé verið að tvöfalda afkastagetu svæðisins, heldur að þá er hægt að stilla afkastagetuna af þannig að vatnsforðinn rýrni ekki á svæðinu og þannig er hægt að viðhalda svæðinu með mjög góðri afkastagetu. Og ég held að það sé bara feikilega mikilvægt. Við höfum náttúrulega svona fylgst aðeins með þeim áformum sem eru frekari uppbyggingu hér. Hér eru bæði atvinnulíf eða fyrirtæki sem hafa áhuga á því að nýta meiri hitaveitu og jafnframt fyrirhugaðar íbúðabyggðir. Og við teljum að með þessum hætti að þá séum við með hitaveitu sem að mun anna þessari uppbyggingu og aukningu hér með mjög góðu móti. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að fá öflugan viðskiptavin með stöðuga tekjur til okkar og af því að nefndi nú áðan afkomu veitunar og verðskrármálin að þá er það bara þannig að eins og ég kom inn á að veitan er svona dýr í rekstri fyrstu árin þegar að afskriftir eru háar og fjármagnsgjöld eru há. Þetta er bara svona eðli nýframkvæmda ef svo má segja og þar af leiðir hefur hitaveitan í Hoffelli þörf fyrir auknar tekjur og þess vegna er þetta bara mjög jákvætt skref og auknar tekjur til hitaveitunar þýðir betri afkomu til lengri tíma sem er þá verður í raun og veru ábati fyrir samfélagið hér allt. Vegna þess að þá kemst veitan einfaldlega á betri stað og eins og ég nefndi áðan þá eru hitaveitur Rarik reknar hver og ein með sjálfstæðan hætti og verðskráin fer eftir afkomu hverrar veitu þannig að það verður þá hægt að stilla hana miðað við afkomuna og því betri sem hún er að þeim mun meiri verða tækifæri. Þetta eru í raun og veru bara svona mikilvægustu skilaboðin frá okkur. Sem sagt, samningurinn við Bláa lónið, við lítum á hann sem mjög jákvæðan fyrir samfélagið, fyrir Rarik, fyrir Bláa lónið, alla viðskiptavini veitunar. Sem sagt, samningurinn hann rýrir ekki afkastagetu veitunar en hann veitir veitunni frekari tekjur
sem að mun bæta afkomu hennar og við munum öll njóta góðs af því og sérstaklega samfélagi hér til lengri tíma. Takk fyrir. Magnús Orri og Sigurður, Sigurður, þú ert að tengja tölvuna þína hérna. Við skulum gera það. Við munum svo opna fyrir spurningar á eftir. Já, komið sælandsumur. Þetta er hug Sigurður hvort þú ættum kannski að bjóða fólkinu sem stendur undir bakka til að fá sér stól og... Já, endilega. Reynið endilega að koma ykkur inn ef þið getið, sko. Ég ætla að bæta við einum mæk hérna á senuna, þannig að þeir hafi báðir... Það var bara hérna. Já, gott. Það er líka eitt sæti hérna franskt og það er eitt sæti hér og eitt sæti hérna uppi. Engar hættulegur upplýsingar. Já, komið sælandsumul. Ég er bara hægt og rólega að byrja þetta. Tala hans í mækin, já. Ég heiti sérst Magnús Orri og er yfirmaður þróunarmála hjá Bláa lóninu og með mér er Sigurður Þorsteinsson sem er framkvæmdastjóri yfir þróunarmálunum, framkvæmdum, markaðsmálum og vörumerkinu. Og það er einstaklega ánægjulegt að sjá svona marga hér í dag. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og sýna þessu verkefni áhuga. Og í raun og veru eins og ég vil líta á taka þátt í mótun þess. Þetta verkefni er á algjöru frumstigi og það er þess vegna sem við viljum hitta ykkur hér í dag vegna þess að við viljum í raun og veru sýna ykkur hvað við erum að hugsa og í raun og veru fá viðbrögð á það. Og eiga svo í virku samtali næstu misserin það hvernig þetta getur litið út svo þetta verði sem farsælast fyrir okkur öll. Það er algjör grunnforsendan hjá okkur. Þannig að við komum til með að sýna ykkur aðeins hér bara núna í raun og veru skissur hugmyndafræði og nálgun og þætti svo vænt að geta átt þetta samtal við ykkur í frambúðar. Þetta hefur verið einstaklega ánægjulegt að eiga í samtali ekki bara við ábúendur á Hoffelli, Dúdda og Ingibjörgu og þeirra fólk, heldur ekki sömuleiðis bæjaryfirvöld hér, það er einstaklega vel tekið á móti ykkur og það er ánægjulegt að þetta fer svona vel af stað. Við Sigurður ætlum nú að ganga í gegnum aðeins verkefnið og sýna ykkur aðeins hvað við erum að koma. En í raun og veru er Bláa lónið að einhver leyti mætt að höfn. Það má kannski orða það þannig. Bláa lónið er að ganga í gegnum umbreytingu. Við erum að breyta fyrirtækinu, það er 30 ára gamalt og hefur verið staðsett í Svartsengi í þessi 30 ár. En núna á undanförnum árum höfum við hægt og rólega verið að breyta fyrirtækinu þar sem við erum að reyna að taka höfuðstöðu þess inn í Garðabæ. Það sem liggur þá miðlægt, söludeild, markaðsdeild, fjármáladeild, tölvudeildin og allar þessar stóðdeildir. Við erum svo með stóran áfangastæði í Svartsengi en erum svo að byggja upp fleiri áfangastæði. Og Hoffell verður ein af þessum lykilperlum til frambúðar í þessari fjölskyldu, við getum orðað þannig, Bláa lóninu. Já. Er ekki bara einhvern veginn svona? Jú, og svona kannski aðeins svona þarna. Já. En það sem við ætlum eiginlega að byrja þá að sýna ykkur aðeins aðeins hvar við erum stödd með Bláa lónið. Þetta er bara svart kannski á. Ok. Tækni vandamál. Nú er komið svartur skjár hér líka. Er leið núna? Nei. Það er svo. Já, gerðu það ekki bara? Jú. Ok, þú verður að byrja þá. Sæl öll, ég er Sigurður Þorsteinsson og ber ábyrgð á eins og hvað ég var að segja, raunverulega
brand marketing, PR-málum og síðan líka þróunarmálunum, hönnunum og framkvæmdunum. Hoffell eitthvað sem við erum búin að vera lengi að hugsa. En áður við skellum ykkur í Hoffell, þá ætlum við aðeins kannski að segja ykkur bara frá Bláa lóninu, því ég hugsa að flest allir telji sig þekkja Bláa lónið, en bæði eru þær breytingar sem eru í gangi og ég ekki alveg viss allir skilji og áttu sig á hvernig reksturinn í dag, hann mun flóknari heldur en eitt baðlón og við kannski byrjum bara aðeins að hitta Bláa lónið og sjá hvernig það að þróast. Bláa lónið eins og kannski allir þekkja, á suður-vesturhorninu. Já, það ekki greina að tengjast. Og en staðurinn byrja sem lón, en í dag þetta miklu meira heldur en einhverjum lón. Það eru á svæðinu 2 hótel, það eru hátt í 5 veitingastaðir og ólíkum levelum. Það Bláa lónið sjálft sem eru 1 milljón gestir á ári sem koma til okkar og þar erum við með Lava veitingastaðinn, við erum með kaffi, Blue kaffi og þetta svona kannski það sem við segjum sá staðir sem flest allir koma á. Við erum með meðferðir, við erum með Silica hótelið, það 35 herbergja hótel og í gegnum tíðina höfum við fengið náttúrulega til að verða 14 milljón gestir. 2018 opnuðum við Retreat sem svona luxushótel og svona ákveðin nýjung á þeim tíma í íslenskri ferðamennsku að við erum að lyfta levelnum raunverulega á hótelum á landinu miklu hærra heldur nokkuð tíma gert áður og sækjum á annan raunverulega viðskiptahóp. Síðan við erum með húðlínu og það raunverulega grunnefnin í Bláa lóninu, einstaka jarðsjó sem þar og rannsóknir sem hafa í gegnum tíðina verið á lækningamáti lónsins sem við erum að nýta þar. En þetta kannski það lón sem flestir kannast við, en það sem hefur bæst í hópinn og opnuðum í fyrra Kerlingafjöll og þetta kannski svona fyrsta sem að Bláa lónið að fara út fyrir Reykjanesið og hluti á þeirri vegferð sem við erum á núna og þetta var mjög metnaðarfullt verkefni, mjög erfitt verkefni að byggja á miðju hálendinu. Við fórum þú grípinu bara inn í árið þegar þú vilt. Það náttúrulega fóru ansi, nokkri steypubílar eyðalaust á leiðinu og svo framvegis. Við erum með svona aðstöðu sem að fer frá tjaldstæðum, svefnpokagistingum, nýbur sem eru raunverulega svona uppábúðurum yfir í fullkomið hótel og síðan erum við með 6 lodges sem á svona öðru level. Og þannig erum við að búa til nýjan aðgang að þessu svæði sem mjög fallið, svona perla svipað og við erum að sjá hér á þessu svæði, svona náttúruperlu sem einstakar. Og við sáum fyrir okkur á þessu svæði þegar við nálguðumst verkefni að við vildum opna það til þess að það getur verið aðgengilegt fyrir alla. Og það sem við höfum séð í þessu ferli eins og við sjáum svona fyrstu skrifin í stækkandi fjölskyldu og Kerlingafjall svona ágætis dæmi hvernig við erum að nálgast hlutina. Við erum með tjaldstæði, við erum síðan með nýburnar gömlu sem við færðum til og það eru bæði svefnpokagisting og betri gisting, gamla ferðafélagaskálan, við erum með hostel, við erum með hótel, við erum með veitingastæðin og síðan erum við með svona 6 luxussvítur. Og það má kannski segja að það fara í gegnum Kerlingafallaverkefni gaf okkur mikinn lærdóm og skóla. Við erum þarna á röskuðu svæði inn á miðju hálendi Íslands, mjög flókið í framkvæmd og byggingu. Við lögðum mikinn metnað í arkitektúr og allar þá þróun og hönnun og erum í raun og veru þarna inn á friðlýstu svæði. Kerlingafjallinu er friðlýst, þannig að við erum að vinna mjög náið með umhverfisstofnun, minjastofnun og fleiri aðilum til þess að passa upp á þetta gest sem allra bestum hætti á. Það svolítið flókið en við reynum. Það er bara að rakka bjarna út af. Þannig að Kerlingafjöllin eru núna hægt og rólega að komast í gagnið. Við opnum baðlaugarnar þarna núna 1. júlí og erum í raun og veru að búa til nýja hillu í íslenska ferðaþjónustu, heilsásáfangarstöðina á hálendi Íslands. Og að því okkur finnst gaman að gera flókiverkefni, við varum heldur ekki hér annars, þá erum við líka mennaverkefni sem við erum búin að vera að vinna í 6 eða 7 ár, sem Þjórsárdalurinn. Þjórsárdalur mjög fallegt svæði, margar perlur en hefur svolítið setið eftir. Og við erum raunverulega nálgast það verkefni, bara östuðt að segja því það svona ákveðin nálgun í þetta sem svipar til eins og við erum að hugsa að gera hér líka í Hofelli. Við erum með 2 staðsetningar, það gestastofa sem raunverulega með ákveðna grunnþjónustu og síðan erum við með fjallaböðin sem við skiptum til böð og síðan hótel.
Allir sem koma á svæðið, þeir geta verið í gestastofunni, en þaðan síðan sætaferðir í hótelið. Þannig við erum ekki að láta alla umferð fara inn í dalinn. Og eitt af því sem svolítið leiðilegt stundum í íslenskri náttúru að það oft bílastæðin eru við hliðina á náttúruperlunum. Og það gefur oft mjög leiðilega mynd, þannig við höfum svona eins og Bláalón gerði á síðum tíma, við settum bílastofu svo þurfa allar að labba sína 400 metra áður en komast inn á. Það ákveðin svona upplifun í því að skera þarna á milli. En við séum hvað kannski betur frá gestastofunni, en förum aðeins í Þjórsárdalinn, bara svona aðeins til að átta sig á hvað við erum að gera þar. Og dalurinn svolítið óþekkt stærð, Íslendingar hafa einhverjum ferðast minna þar á seinustu árum og geysifallegt og búið að gera mikla vinnu þarna í sveitarfélaginu að gera gönguleiðir, hjólreiðaleiðir, reiðleiðir og töluvert uppbygging og við sjáum fyrir okkur hér þessa nýju byggingu. Þetta allt saman endurningar við erum byrjaðir á að grunnurinn langt kominn og þarna verða fjallaböðin, aðgangurinn að fjallaböðunum og síðan verða lounge, það verða veitingastæðir og 41 herbergja hótel. Og þetta eru svona bara stemningsmyndir úr, þannig áttu ykkur á hvernig verkefnið hvernig hönnunin og hvernig við erum að nálgast það. Við erum að sjá fyrir okkur aðra perlu sem erum að búa til segul til að draga fólk inn á svæði Þjórsárdalinn sem kannski flestallir keyra bara í gegnum í dag. Þetta svona einhvern veginn á leiðinu upp á Sprengisand eða einhvað annað. Og við höfum séð fyrir okkur eins og að raunverulega búa til segul sem myndar aðdráttarafl og stoppar fólk. Hluta þessu gestastofan. Já. Það sem kannski mikilvægt að hafa í huga hér að þetta raun og veru 2 byggingar, 2 verkefni, annars vegar fjallaböðin sjálf og hins vegar gestastofan og það svæði í kringum hana. Já. Þetta er komist. Má ekki bara halda honum svona, það er ekki bara stæðst. Það sem við erum sá í raun og veru að gestastofa þarna og svo eru smáhýsi og tjaldsvæði. Aftur erum við að horfa til þess að við öll getum í raun og veru fundið gistingu við hæfi á þeim áfangastað sem fólk heimsækir. Hérna í gestastofunni verður þá í raun og veru móttaka baðana. Fólki leggur sínum bifreiðum við gestastofuna, gengur inn og í raun og veru innrita sig í böðin, fer svo upp í farartækið okkar sem fara 20 mínútna fresti inn dal. Og þannig erum við þá í raun og veru að passa upp á allir dasíu dösturarnir fara ekki inn dalinn inn á þetta friðlistasvæði. Þið þekki það. Er það friðlist fyrir dösturar? Já, akkurat. Þannig að við erum þá að horfa til þess að reyna að vera að draga bílastæðisflæmið niður í mynni dalsins við veginn, við þjóðveginn og í raun og veru að passa upp á þetta friðlistasvæði sem innst. Þarna verður sýningahald af því að saga Þjórsárdals mjög merkileg, þannig munum við þá varpa ljósi líka á hálendið, landmannalaugar og veiðivötn og fleira. Og græna orkuna. Og já, akkurat, af því að Þjórsá hérna, rennur hérna við Þjórsárdalinn. Þannig að við erum í raun og veru með metnaðarfullt sýningarhald og bíósal og Gagarinn að vinna með einhverju sýningu. Í raun og veru einkarekin gestastofa sem við erum þá að setja sem þá sinnir þessum fjölþættu hlutverkum þarna í Þjórsárdalinn. Mér líður miklu betra á svona, þetta miklu betra. Svo töff bara. Herðu, við höldum áfram. Já, kannski að segja að við verðum með stort svo mikið tjaldstæði og svo smáhýsabyggð. Smáhýsabyggðin enn og aftur hugsuð í ólíkum stærðum til að geta boðið hópum upp á bæði hópar sem geta þá leigt og verið í svefnbökkum ef það menn vilja eða menn vilja gera betur við sig, þá eru minniskálar sem eru 2 manna eða 2 pör eða lítil fjölskylda. Þannig við erum svona búa til enn og aftur ólíka möguleika. Þetta eru svona stemningsmyndir af hvernig byggingi verður. Við erum að vinna svolítið mikið með viðinn, það tölvöld skógur þarna, það verður klætt með íslenskum við og við sjáum fyrir okkur, þetta eru alltaf 300 manna veitingastæðir. Þeir eru skiptið í hópa og við erum að sjá fyrir okkur þannig ákveðna nálgun að búa til þjónustu á svæðinu sem hingað til hefur ekki verið til staðar. Og þannig að þetta svona gefur okkur aðeins hvernig við erum að nálgast Bláalónið eitt, hvernig við erum að nálgast verkefnin sem við erum að athuga og skoða út fyrir það. Og ein af perlunum sem við höfum haft og skoðað í tíma og það búið að það tók svolítið tíma að semja. Við Dúdda og Rarik og Glenda þessu öllu saman. En það þarf að vanda til verka og við erum að gera það saman. Þannig að Hoffell önnur perla, þetta dásamlega falleg setup og við jökulinn og fallegt svæði. Og við höfum hugsað mikið hvernig við ættum að nálgast það og við höfum verið að gera þessi verkefni upp á hálendinu og við hálendið og við þurfum að hafa í huga sjálfbærni en sjálfbærni ekki, það líka uppbygging á einhverjum gildum á staðnum, það uppbygging á
passandi náttúruna, en það líka uppbygging fyrir samfélagið, hvort sem það í nýjum störfum, nýri þekkingu, auknum tækifærum. Þannig að sjálfbærni meira heldur en bara að passa náttúruna eingöngu sér. Það þarf að fara allt saman. Og hérna glærannar sem þetta vitna í stefnu stjórnvalda fyrir Íslands höndum áhersluatriðin sem við horfum til. Annað sem við höfum rekið okkur á í verkefnum sem við höfum verið að vinna og við höfum verið að fara eins langt í sjálfbærni sem við byggingu uppbyggingu eins og hægt og fylgja BREEAM-standard sem svona kannski það besta í greininni, að hann mjög takmarkaður og hentar ekkert sérstaklega vel íslenskum aðstæðum. Menn fá mikið af punktum fyrir almenningssamgöngur. Almenningssamgöngur á Íslandi ekki mjög almennar. Það var erfitt að fá stig í Þjórsárdal fyrir almenningssamgöngur. Já, mjög erfitt. Kærleikafull. Einmitt. Þannig að, og plús að það svona líka bara vægi ákveðna, við ekki mikið af innlendu byggingarefnum, þannig að við þurfum yfirleitt að flytja mikið inn, þannig að við erum ekki að mælast eins vel og plús að við höfum ekki fundið fyrir kannski að fá þann stuðning í hönnunarferlinu og þróunarferlinu eins og við hefum viljað. Og þegar við fórum að ræða þetta í hópnum, þá fundum við fyrir að það bara ákveðin, það vantar þessa þekkingu svolítið á Íslandi. Hér eru menn yfirleitt svolítið að byggja á sama hátt og menn hafa byggt. Þannig að við ákveðum að tala við Arup sem enskt verkfræðifyrirtæki, hönnunarstofa, mjög gamalt í hettunni, gert ótrúlega mögnuð og stór verkefni. Þetta 18.000 manna non-profit verkfræðistofa og þeir eru svona leiðandi í, skulum við segja, mjög flóknum erfiðlausnum og umhverfisvænum og svona vilja fara lengra. Og í þeirru spjalli þá höfum við svona verið að ræða hvað það sem við erum að horfa á og raunverulega fara lengra heldur en að gera eingöngu það sem við getum kallað græna byggingu. Við viljum fara lengra, það það sem við getum kallað regenerative. Og hvað þýðir það? Það þýðir að fyrsti parturinn, og við munum kynna þetta núna, þeir eru búin að gera fyrstu greiningarnar, þeir komu hingað í mars, og við erum raunverulega að mæla, viljum við segja, verkefnið út frá 5 markmiðum. Við erum að fyrirgefa ég Björlind, þannig ég sletti svolítið. Og sem eru raunverulega socio-economic, carbon and energy, við erum með hérna risk and adaptation, natural environment og resources. Og þannig að við erum að setja þetta í ramma sem Sameinuðu þjóðirnar hafa sett upp þessa ramma og Arup hefur þróað það lengra og inn í því eru síðan 13 parametrar sem við erum að skora eða ekki skora. Og þá erum við að meta leiðir, eigum að gera ekki neitt. Einhver getur fært rök fyrir því að gera ekki neitt væri það umhverfisvænasta. Það kannski best fyrir náttúruna en það ekki endilega best fyrir samfélagið. Og það getur verið önnur leiðir sem að þú skorar eitthvað tekur af resursum en þú ert að bæta í value creation, hvort sem það í samfélagið eða efnahagur eða þekking eða annað slíkt. Eða raunverulega að hafa fjármagn til þess að gera rannsóknir og annað. Og síðan leiðina sem að við kannski hefum verið að gera sem svona nota bestu standardana sem að hafa sem sín takmörkun. Eða eins og margt oft að gera, það að menn byggja bara eins ódinn til þess að hægt en það kannski gefur ekki mörg stig í heildina. Það kannski bara það sem raun og veru ástæðan fyrir því við erum að nálgast þetta verkefni svona að við teljum að Háfjalli eigi að rísa eitthvað einstakt. Eitthvað einstakur arkitektúr, einhver einstök nálgun því að staðurinn á það skilið. Og við vorum óánægð með raun og veru þá þekkingu eða getu til þess að gera eitthvað einstakt á vettvangi umhverfismála. Við sjáum að Háfjalli fyrir framan okkur þær breytingar sem eiga sér stað í umhverfinu. Lónið og jökullinn sýna það svo vel og við teljum með okkar nálguna með því að vinna með þessu fyrirtæki Arup að þá getum við raun og veru náð markmiðum okkar að skapa eitthvað einstakt. Og hérna sjáum við raun og veru bara þá örstuð, þá hugmyndafræðin sem liggur að bak við þá nálgun. Og þannig það umlega það sem við erum að stefna þessi kannski erfiðasta leiðin sem að reyna framkvæma en á sama tíma raunverulega bæta við það sem fyrirfram en ekki draga það niður. Og út úr þessu koma, það reyndar einhverju hundaslæðu greiningar sem einhver hefur áhuga kannski að skoða, við getum tekið það á öðrum momenti, en við skulum segja að við draugum svona saman út úr þeir einhverja punkta sem að gefa síðan, eru reiknaðir út og gefa skor sem að hjálpa síðan hönnunar og þróunteyminu að taka ákvörðanir efnisval, hvað mikið af fermetrum á hverjum stað og svo framvegis. Hvað markmiðið með þessu öllu saman raunverulega að það að gera Háfjallsverkefnið á þann hátt að það verður umverulega svona, hvað ég að segja, módel fyrir það hvernig eigi að nálgast uppbyggingu á viðkvæmum svæðum. Það nokkuð ljóst að
sko 43% af villtastu svæðum Evrópu á Íslandi. Það svolítið há tala. 43% af einu villtasta prósentinu, ef við verum 100% nákvæm. Og það nokkuð ljóst að í framtíðinni þá mun áhugi á þessu svæði aukast, af því það bara að fækka í heiminum, og ef við hugsum ekki okkar gang með infrastruktúr áður en það gerist, þá verða slys eins og Fjarðargil og þið lentuð með Múlagil, fólk kemur, og það alveg gott þá að hugsa hvernig ægum við að þróa staði sem geta haldið utanum fólk sem kemur, haldið utanum samfélagið, uppbygginguna, og á sama tíma skaðað eins lítið eins og hægt og stutt við raunverulega náttúruna. Einmitt. Og þá förum við austur á Háfalli og þá kannski ágætt að gefa það til kynna að frá upphafi höfum við í raun og veru nálgast verkefnið með því að að ræða í raun og veru 2 aðskildar eða skildar lausnir. Það að segja annars vegar að gera eitthvað upp við lónið, upp við jökulinn, og hins vegar að byggja svo upp niður við bæjartorfuna, niður við Miðfellsbæinn. Við erum þá að horfa til þess að geta þá gert eitthvað einstakt sem einstakur segull eða aðdráttarafl upp við jökulinn, þar sem við getum veitt fólki einstaka upplifun á heimsvísu, búið til segull sem fer á forsíðurnar á tímaritunum, en leið haft þá einhvers konar infrastruktúr. Við erum kannski með stóra eldhúsið niður á bæjartorfunni, við erum ekki með stóra eldhúsið upp frá til þess að gefa fólki að borða, skiljið. Við höfum magnið af gistingunni niður frá en ekki upp frá og svo framvegis. Þannig við höfum þá hort á, og þess vegna svo vorum við svolítið að dvelja við Þjórsárdalinn, að þetta ekkert ósvipun nálgun í raun og veru. Að það verði gestastofa, gestamóttakan verði þá niður frá, og að við einhverjum leyti pössum upp á það, við missum ekki dagsjörnar uppbyttir, heldur erum þá með það niður frá, en erum þá með sætaferðir uppbyttir hjá þeim sem að koma í bað eða að fara að kaupa sér veitingar á veitingastaðnum. Á 20 mínútna fresti fari bíll uppbyttir. En við raun og veru þá búum til móttöku í minni dalsins. Þetta svona grunnhugsunin í þessu. Og við ætlum núna að fara með okkur á sitthvorn og sýna okkur nánar hvað við erum að hugsa. Við erum hvað varðar efri nyrðri klausturinn, þá erum við að horfa á svæði alveg við jökulölduna. Við erum að læða byggingunni með jökulöldunni og við Gabróbergið. Við erum mjög nálægt þjóðgarðinum og verðum þannig í þessari litlu svona gili sem myndast þarna á milli. Kannski bara aðeins, bara til þess að átta sig á þessari loftmynd, það í raun og veru hérna þá eins og jökullónið stóð á sínum tíma og núna í raun og veru hérna bara jarðvegur, hérna eins og græna torfan og það þá hækkun hér í og hérna sjáum við stæðið upp á, það sem útsýnispallinn og svo þá Geitafjallið hérna fyrir ofan og það svona lægð á bak við ölduna sem við erum svolítið að horfa til. Raunverulega staðsendingin á megin þunga byggingarnar á þessu svæði með þetta útsending. Þannig að menn fara upp yfir, þið þekkið að mörgulegin, horfir á jökulinn en þú áttur ekki á því að sé endilega lón fyrir aftan ölduna fyrir en þú ert komin upp hana. Og við verðum þannig í þessu nokkuð í horninu. Þetta svona fyrstu skissur og svona það sem við erum að gera ráð fyrir að verða á svæðinu, það baðstaður sem skiptist í margar litla laugar og vatn upplifanir vegna þess að þetta ekki mikið af vatni sem við fáum 3 sekúndar. Við erum í lóninu með einhverja 60-70 sekúndur þannig að aðeins meira vatn. Þannig við þurfum að fara vel með það og hugsa vel upp á vindkæling og annað og hvernig við erum hönnum öðruvísi baðupplifun. Það verður veitingar, það verður takmörkuð gisting þarna upp frá og það verður svona sterk sýning sem talar jökulinn og þær breytingar sem hann hefur og í gangi. Og þetta við sjáum þarna fyrir okkur, þetta eru 2 sýningar, einu niður í gestastofunni, einu upp frá og þetta meira svona digital, hvað við segja, immersive sýning heldur en raunverulega hlutasýning sem meira niður frá. Við með Arup erum búin að vera að skoða svona sjónpunktana og við erum á sama tíma að greina hvar eru bestu sjónpunktanir. Bara svo að fólk skilji í raun og veru áður flettir áfram. Já, við erum þarna sjáum við jökulölduna, byggingin þá raun og veru hægra megin eða sunnan megin við megin þungi byggingarinnar og við svona eins og segjum skjótum okkur í gegnum ölduna. Það sem við búum þá til mómentinu fyrir gestina að þeir labba inn í byggingunni og þeir sjá ekki lónið eins og opnast lónið og þú gengur í gegnum ölduna, skiljið. Þannig að búum við til svona vá-effekt fyrir gestina til að upplifa eitthvað einstakt.
bæði þar sem baðstaðurinn og svo þar sem veitingarnar liggja. Og við raunverulega skjótum okkur í gegn þar sem að þið sem hafi farið upp yfir það bílastæði þannig komið og þannig að það ákveðin skemmd í öldunni og við munum skjóta okkur í gegn þar. Þið sjáu hér fyrir ykkur, þetta svona á 3 hæðum, hún kemur að byggingunni svolítið falin. Það verður sem sagt inngangurinn og búnisklefarnir og síðan þessi göng í gegnum ölduna og þannig að menn munu, þetta verður svona svolítið moment sem að þú kæmur þær út, verður umvel að komin í vatn og inn að síðan þessum heitu laugum sem munu dreifast í öldunni. Það verða prefabricated og verða umverulega fljótandi ofan og innangraðar utan, við erum ekki að sjá fyrir okkur staðstiftar laugar. Síðan sýningin sem umverulega gönguleið, það journey sem þessi blái gangur sem við munum labba upp og þaðan veitingastaður með útsýn yfir og svo annað svæði það sem eru svona lítil aðstaða, 10-20 herbyrgi sem eru svona dýrari herbyrgi og raunverulega ekki mjög stór en þau svona, við skulum síðan svona, hvað heitir það þú ferði í klaustur? Minimalist? Já, nei, þú ert að biðja, þú ert hérna í díalóg við jökulinn. Contemplation, á ensku allavega. Þannig að þetta svona þannig eins og við erum að sjá strúktúruna bygginginu og ef við sjáum bara svona fyrstu grófu hugmyndir að þá við sko sunnamegin við ölduna, aðkoman, hún verður hálfgrafin niður og byggingin læðist þarna upp og hér labba menn í gegnum og koma að. Við erum ekkert búin að setja einhver form eða efni. Við erum ekkert búin að setja nákvæmlega stærðirnar á laugunum og svo frammeir, þetta svona að gefa fólki tilfinningu því að til þess að geta reiknað okkur út, til þess að geta reiknað út hvaða impaktur að hverju, þá þurfum að menna ákveða einhverja stærðir og byrja að vinna út úr því og svo reiknum við tilbaka, það gott eða slæmt og svo, þannig þetta svona svolítið hringekja, hönnunar fram og tilbaka. Og það kannski rétt að vekja athygli á því að það sem þið sjáðu þarna þá hvítt verður ekki hvítt, skiljiði. Það verður með svipið hættu og við erum í raun og veru gerð upp í Þjórsárdal, við tökum jarðefnin til hliðar og byggjum svo bygginguna og setjum svo jarðefnin ofan á bygginguna. Það við reynum að fela hana inn í náttúrunni og það sama háttur verður hér. Þannig að við raunverulega þetta ekki hönnunarpælingar, þetta meira sko, til þess að geta búið og reiknað út dæmin þá þurfum menn að gefa einhverjar forsendur. Þannig að þetta raunverulega forsendu hönnun en hún gerð myndrænt en ekki bara í Excel-skjali. Og þannig við sjáum fyrir okkur að hvernig svo sem þær munu líta út nákvæmlega laugarnar, þá erum við að tala svolítið af innbyggðum launum. Við erum svona að freyma inn eins og ljósmyndari myndi taka og svona ákveðin sjónræn horn á bæði lónið og jökulinn. Þar sem verða úti laugarnar, þar myndu hafa með náttúruna mjög svona hreina í kringum því, það verða þá innbyggðar sánur til þess að fara vel með vatnið. Þannig við erum að sjá fyrir okkur svona byggingu sem læðist svolítið. Þetta aðkoman, þannig að þú sérð ekki lónið þarna og kemur aðið og síðan þetta raunverulega, við værum að stæðum raunverulega við lónið og horfum upp þannig að þið getum ykkur byggingin, við erum með frekar lítið byggingamagn upp við ölduna og það raunverulega til þess að vera ekki yfirgnæfandi í útlitinu og auðvitað þegar við verðum síðan búið með hönnun og all áferð verður komin að þá mun ekki sjá mikið bygginguna, við mun ekki fara mikið fyrir henni. Þannig að þetta það sem gerist í efri hlutunum, síðan í syðri hlutunum, þar verðum við hins vegar með gestastofuna, þú kannski tekur? Já, það bara áttuðu ykkur á því hvar við erum stödd, við erum í raun og veru það sem pottarnir eru, það sem við sjáum fyrir okkur að sé á þeim slóðum og melunum þar. Það hérna gömul refahús, minkahús sem við sjáum á þeim slóðum verði í raun og veru einhvers konar móttaka eða gestastofa eða þar sem þú leggur bílunum eða þú kemur inn og það þá einhver sýningarhald og það einhver veitingastaður og upplýsingamiðstöð, þannig geti leikt reiðhjól til þess að fara inn eftir eða hvað svo sem við langar að gera og sýningahald, stór hluta sýningahald. Við náttúrulega búum svo vel að þau hjón á Hoffelli hafa safnað munum í mörg ár dalinn og jökulinn sem við munum bara byggja á. Þannig við sjáum kannski fyrir okkur þarna verði svona kannski punkturinn þar sem maður getur fræðst Vatnajökul og Hoffellsjökul, þróun umhverfismála, hvað að gerast í tilverunni kringum okkur. Og svo sjáum við hérna í raun og veru, horfum við til þess að það þá skutla þarna á milli og svo sjáum við fyrir okkur gistingu hérna til hægri eða þarna austan megin undir fjallinu, þarna á milli tveggja skóbletta. Og svona sjáum við líka fyrir ekki bara stöða aðeins sigur tilbaka. Sko við sjáum fyrir okkur að gömlu húsin á Hoffelli verði að einhverju leyti notuð undir starfsfólk.
En við sjáum fyrir okkur og að rétt að leggja áherslu á það að við horfum til þess að byggja upp íbúðarhúsnæði fyrir okkar starfsfólk hér í byggðarlaginu. Það sami háttur á og hafður hjá okkur í Þjórsárdal. Þar erum við ekki með starfsmennina við byggingarnar, heldur förum við í næsta þorp, næsta byggðarlag sem Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og byggjum þar upp aðstöðu fyrir fólkið okkar vegna þess að það er mikilvægt fyrir okkur að við fáum gott fólk til starfa þegar við dvelja hjá okkur lengi og eru raun og veru orðin hluti af samfélaginu. Þannig að við sjáum fyrir okkur að það veri lágmarks aðstaða þarna upp frá starfsfólki en starfsfólki muni þó vonandi festa rætur hér. Þetta er náttúrulega ólíkt að sumri að vitri, það er náttúrulega meira starfsfólk að sumri til og það er kannski það sem vil vera meira á þessum stað meðan við sjáum fyrir okkur svona líkil starfsmenn og hjartað í rekstrinum er fólk sem við vonumst til að verði hér og munum búa hér og sé ekki að skiptast á hverju ári. En það er, eins og við vitum öll, að það er mjög mikilvægt að samfélagið sem er til staðar og öll svo þjónusta skólar og annað séu tipptopp. En mér sýnist það nú vera ansi og góðri leið hérna hjá okkur, þannig að við hlokkum til að mæta hér. Þetta er svona aðeins yfirlitsmynd og eins og segja, þetta er ennþá allt mjög hrátt í vinnslu og við erum ennþá að debata á þetta að vera 2 vegir, 1 vegur, nákvæm staðsetning á hlutum en við erum búin að sjá fyrir allan staðsetningun á hótelinu og nokkuð við staðsetningun á gestastofunni. Hvernig þetta mun líti út, það veit enginn á þessari stundu. Við sjáum fyrir okkur hótel, armurinn upp frá, það eru kannski 20 herbyggi. Ekki meira. Við sjáum fyrir okkur hér kannski 60 til 80, við erum ekki að tala einhver 100 herbyggja hótel. Þannig að þetta er svona svipað og við höfum gert annars staðar, við höfum ekki verið að gera mjög stór hótel. Við sjáum fyrir okkur að þegar þú ert að gera segul að þú vilt hafa að það sé svona svolítið haldið utan það. Þetta verði ekki svona stórborgabragur á því. Við erum svona í fyrstu pælingum bara með byggingalag eða annað. Þetta er svona bara fyrstu stúdíur og eins og ég segi við erum svona misjafnlega sáttir við ákveðnar hugmyndir en það er svona allavega hugmyndinum að hvort við erum að vinna með nýbulagið eða hvað við að segja torrbæjalagið ekki. Þannig að þetta er svona kannski byggingamagni sem við erum að tala á svæðinu. Hvað varðar hins vegar gestastofuna þá erum við að tala þarna niður við pottana. Og hvað verður í henni er eitthvað sem er líka bara á þeim umræðu sem að fer af stað þegar við náttúrulega erum bara, þú veist ekki, fyrsti hlutin á verkefni er umræðulega greiningin og rannsóknin sem gefur okkur input til þess síðan að taka áfram og hluta þeirri vinnu er líka díalógur við svæðið og hvað er hægt að gera, hvaða þjónustu getum við bætt við, einhverjir hlutir hér, matar, konsept á svæðunum, hvaða vörur eru til og annað slíkt, þannig að við þurfum svona svolítið átt okkur á því. Hvað er vatna einhvern stjókarur til í að koma með okkur eitthvað verkefni? Væri hægt að búa til eitthvað samstarf með þeim? Vísindir, rannsóknir, miðlun upplýsinga, fræðsla, skemmtun og svo framvegis? Þannig að það er svona alveg opið og hér erum við bara svona einfallega byrjuð að hugsa aðeins ásanna. Við sjáum fyrir okkur að byggingin hafi náttúrulega gott sjónarhorn uppbyttir, við höfum verið að velta fyrir okkur er þetta eitthvað sem kemur upp úr náttúrunni, upp úr melnum, ekki kannski svona gróið en við myndum okkur bara að melurinn flæði upp. Við höfum verið að vinna svolítið með þessi svona koncept að það sé einhvað sem að tengist ákveðin hátt svæðinu en á sama tíma sé með útsýni bæði upp og upp að jökli og niður sveitina. Þannig að þetta er svona bara til að segja ykkur aðeins svona að gefa ykkur smá hugmyndir hvernig við erum að nálgast það, hvernig við erum að hugsa það, en það er náttúrulega, við munum hittast aftur þegar við erum komið miklu bæði eftir dialóg við ykkur og samtal og þegar það fer að koma svona skýrari mynd á hvaða funksjónin nákvæmlega eru, hvernig formin og annað slíkt. Tímalína? Já, bara örstuttum hana svona í lokin, bara svo við áttum okkur. Þetta er langt ferli framundan, við sjáum fyrir okkur að þetta verkefni þurfa væntanlega að fara í fyrirspurn matsskyldu. Þetta eru 18 mánuðir í skipulagsferlinu pluss mínus. Og á þessu tíma munum við eiga virkt samtal, bæði formlegt og óformlegt og vil bara leggja á það áherslu. Beint við heimafólk og hagaðila aðra. Við erum bara að reyna að vanda okkur og ætlum að reyna að gera þetta eins vel og mögulegt er og þess vegna erum við hér að hittast og þess vegna leggjum við á það áherslu að við getum áfram átt gott samtal hvað gerist. Það er möguleiki þannig að áfanga skipta framkvæmdinni en við erum aldrei að horfa á fyrir en kannski 28, ég er svona óvægt að segja það, 28 að geta tekið þá fyrsta áfanga í framkvæmd. Þannig svona lítur þetta gróft út. Já, 28 væri mjög gott. Já, ekki orðað þannig. Byggt á reynslu og þá ætla ég að setja stórar gæsalappa í ritana það.
En þetta svona cirka bara það sem við vildum fara yfir og sýna ykkur hér í dag, en við vildum svo gjarnan vilja fá viðbrögð frá ykkur á það hvernig þetta hittir ykkur fyrir og spurningar eða vangaveltur. Það er bara að þakka fyrir og opna fyrir það. Kæra, þakki fyrir. Við ætlum að opna fyrir hérna spurningar og síðan ætlum við að fara hérna fram. Það er góðgæti, bæði matur og drykkur hérna fyrir utan og við getum notið þess aðeins að vera saman og ræða nánar þetta eða hvað sem fólki langar til að tala forsetakosningar eða eldgos. Hérna, við þurfum samt að hafa þann háttinn á í spurningunum að ég þarf, að því að við erum í útsendingu, þá þarf ég að endurtaka spurninguna í mækin, þar sem að við erum ekki með mæk gangandi salinn, en hver vill ríða á vaðið og spyrja Orra, Sigurð eða Magnús spurninga? Og já, gjörðu svo vel. Já, komið sæl, ég heiti Reynir, íbúi frá Höfn. Þakka fyrir fundinn. Það lítur vel út, held ég megi segja svona, fyrstu drög. Ég vil þakka Rarik-manninum, heitir þetta Magnús. Jó, takk. Fyrir að segja okkur það að hitaveitan í góð leið. Og mun endast okkur eitthvað. Við höfum eftir að sjá meira af þessu síðar, eins og við segir. Mér langar að spyrja einu. Þessi skiptir ekki höfuðmáli en þó, sem íbúi hér á staðnum til langs tíma og fullt af fólki, þýðir þetta það að eftir 28 verður sunnudagsrúndurinn okkar upp á Hófilsjökli úr sögunni. Verður svæðinu sem loka fyrir hinum almenna íbúi. Það langar mig að vita. Reynir fór yfir, þakkaði fyrir góða kynningu og þakkaði Magnúsi frá Rarik fyrir að segja okkur að hitaveitan er í góðu svingi, en hann spurði mun þetta þýða það að eftir 28 verður sunnudagsrúndurinn sem við Hornfirðingar förum upp á Hoffelli bara úr sögunni og ég bið ykkur að svara í mækinn. Já, þetta er frábær spurning og algjör lykilspurning og ég skil vel að hún sé fyrst á dagskrá þessi spurning, en það er þetta eitt af þessum atriðum sem við þurfum að hugsa vel og ég myndi vilja bara, það sem við erum að leggja áherslu í okkar nálgun er að okkar gestir séu ekki að leggja sínum bifreiðum inn í dal og við séum að fara með alla þannan fjölda fram og tilbaka inn og út úr dalinn. Það er einfaldara að hafa 20 manna rútu sem fer á 20 mínútna fresti, frekar að missa 20 bíla upp yfir og tilbaka aftur. Það er bara gestin okkar, skiljiði, en það er almannaréttur og frjáls fjör þetta svæði og við getum ekki tekið það frá ykkur eða með neinum að stendur engin hugur til þess, skiljiði. Við þurfum eins og að eiga þetta samtal með hvað hætti getum við látið þetta ganga upp og ég held að það sé hluta þessu samtali sem við þurfum að eiga. Hvaða hlutverki vill þjóðgarðurinn gegna í þessu samstarfi? Ég meina, ábúendur á Hoffelli hafa þurft að halda veginu við í dag gagnvart því fólki sem vill fara upp yfir þar á þeirra kostnað að setja ræsið og passa upp á veginn og svo framvegis. Ég meina, með hvað hætti viljum við hafa hana veg, með hvað hætti viljum við hafa aðgengi og svo framvegis. Og það er það sem við þurfum að gera. En það er engin áhugi á okkur fyrir að koma í veg fyrir því að þau geta farið upp yfir. En það við ætlum bara að draga úr magni þeirra sem fara inn yfir, allir að segja. Hvernig svarar þetta spurningunni, Reynir? Já, gott. Bara banna hvíta, nei, þú veist. Bara eiga ekki svoleiðis bíl, sko, það er gott. Fleiri spurningar? Já, gjörðu svo vel. Já, ég heiti Steinar, mér langar að vita hvað ég gerir ráð fyrir að það verður margir starfsmennanna þegar þetta er allt tilbúið. Það er spurning hversu mikið af starfsfólki verður þegar þetta er allt komið. Já, ég held að það sé, sko, við horfum til dæmis á Þjórsárdalinn, svona til samanburðar, þá eru við 180 stöðugildi í því verkefni. Ég held að það sé óhætt að segja að það veri yfir 100 manns sem munu starfa við þetta verkefni þegar þetta er komið upp í fullan gang. Ég held að sé óhætt að segja það. Ég hugsa að það veri fleiri og aftur kemur það að því og mér langar þá að dvelja aðeins lengur við þetta, hvernig við vinnum með samfélaginu við svona verkefni. Því 100 störf er mikið af störfum og þeir koma inn mjög bratt að þetta kemur til að hafa mikil áhrif og það er þessna sem er svo gott að eiga 4 ár framöndan og hugsa hvernig gerum við þetta og með hvað hætti nálgustu verkefnið. Inn í Þjórsárdal, inn í Skeið- og Gnúpverjahreppi búa 800 manns, það eru 60 manns í þorpinu. Við þurfum þar 180 starfsmenn og við sækjum þá ekki í uppsettir Árnessýslu eða niður á Selfoss. Einhver leyti til kemur þetta fólk með að koma víða aðar. Og hvaðan kemur það, vitum við ekki, en við viljum í okkar rekstri, við erum fara að búa til fínt hótel og fínan baðstað.
Við viljum að fólki dvelji hjá okkur lengur. Það er vont fyrir okkur að þurfa að þjálfa upp fólkið á 6 mánaða fresti. Við erum með sommelier sem er alltaf að skengja vínið og við erum með sérhæft fólki í öryggisgæslu, baðstaðar og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að það því betri rótum sem fólk skýtur í samfélaginu er mikill ávinningur fyrir okkur. Þess vegna skiptir það okkur mjög miklu máli að búa vel að fólkinu, að það sé húsnæði fyrir það og að það langi að setja stað til lengri tíma. Og það er þess vegna sem við horfum til þess að minnstakosti 100 starfsmenn, að sem flestir komi inn á Höfn og búi þar og verði komið með börn í leikskóla og fari í sund og svo framvegis og framvegis. Ekki bæta þess við þetta að við erum í byrjun á verkefnum þegar við fyrir að dítila og í Þjórsárdalnum gerðum við ráð fyrir 110, svo 130, 140, 180. Þannig að 100-talan gæti alveg orðið 140. Það sæðist svolítið af ákvörðunartöku á leiðinni þegar við fyrir líka að rýna betur businessplönin að því við hönnum þetta á svipum tíma. Þannig að það eru meiri líkur að svona hluti stækki heldur minnki. En við erum samt aldrei að tala um, sko, þú veist, 300 að herbyggja hótel með svo miklu starfsfólki. Við erum að tala um þessa starfi. Haukur? Og eru þið ekki í mótsögn við ykkur að fara þarna inn í óskemmtilega náttúru og minnka í raun og veru kökuna? Spurningin í raun og veru, hafið þið hugleitt það að byggja meira upp á syðra svæðinu, á svæði sem nú þegar er raskað versus því sem er óraskað þarna innfrá? Þetta er náttúrulega eitt af því sem við erum að velta fyrir okkur og það er svona nokkri punktar í þessu. Vegna þess að svæði er að hluta til raskað, það er ekki alveg óraskað, en við munum raskað meira, það er alveg ljóst og við erum reyna átt á okkur á því hvort við getum gert það eins litlum mæli svo hægt er. Hitt kemur á móti að aðdráttarafl staðarins og vera með upp við lónið, það er það sem gerir kraftaverkið. Og við erum bara búin að sjá það í gegnum tíðina að það er mjög erfitt að búa til aðdráttarafl og sterkan segul ef þú ert ekki með ákveðin grunnefni. Þetta er bara eins og þú ætlar að elda einhver ákveðna mjög high-end máltíð ef þú ert ekki með góð hráefni til þess, það næst ekki. Neðra svæðið hefur ekki þann sama styrkleika og upplifunar möguleikan og hefur uppfrá. Þess vegna hefur við hins vegar reyna átt okkur á því hvað er það minnsta. Og ef þú ætlar að láta hlutina ganga upp efnahagslega þá þarf einhvern veginn að finna balans á milli því hvernig getur þú fengið aðdráttaraflið en á sama tíma minnkað, við segja, eins lítið álag eins og hægt er. Ég veit ekki hvað þú svarar spurningunni þinni og... Ég skil alveg sjónarmiðin, þó ég sé ekki sammála. Já, en það er náttúrulega, sko, það eru mörg svæði á Íslandi sem eru, við náttúruna, nálægt henni og sum hafa farið í þróun eða raunverulega ágang án nokkurs konar uppbyggingar. Það getur oft á tíðum ekkert verið neitt endilega betra, sko. Þannig að þetta er svona, en þetta er alveg valid spurning, sko. Og ég held að það sé ekkert eitt svar við henni. Nei, og ég meina, eins og Sigurður kemur inn og við veltum þessu alvarlega fyrir okkur með hvað hætti við getum gert. En við teljum þá, eins og við sýndum þarna í Arup-hringjunum, að raun og veru að gera ekki neitt, því þá hvað, það kemur fólk upp á Hofsjökli áfram og mun halda áfram að gera það. En með því að gera eitthvað en gera það eins vel og mögulegt er og er alveg lengra en nokkur hefur gert á Íslandi, þá erum við einhver leiti að jafna út þau áhrif sem við áttum okkur í eru umdeilanleg, en við erum þá að reyna að færa eitthvað annað inn í staðinn. Gjör svo vel, já. Takk. Úlfur heiti ég, landur hjá Þjóðgarðinu og ég var líka í sveit, ég var ungur í Viðbórsvæli, gæst átt inn Kálafellsdal, Viðbórsdal þarna niður. En ég var alveg að pæla í hvort þetta sé pínu skrítið að þeir eru að markaðssetja hérna jökullón með einhverju sem eru að bráðna vegna hlýnunar jarðar. Fyrir sérstaklega VIP gesti sem eru líklega fólkið sem er mest að
gera í því að menga jörðina með þessum superlux ferðalögum oft, sko. Og svo er ég spáði líka, þú veist, hvenær skiljið hagnaði af svona stað og þú veist, klakanir verða ekki aðna alltaf, þetta verður flókið staður, en þú veist, já, það var pælingar. Góða pælingar hjá Úlfi. Er tvískinnungur í því að búa til upplifunarstað fyrir mjög efnaða gesti sem að skilja eftir sig hvað mest kolefnisfótspor? Þetta svona súmerar ágætlega kannski spurninguna? Já, og kannski var að velta fyrir sér stöðu jökulsins til frambúðar. Já. Sko, byggingin upp við jökul verður í raun og veru tvíþætt. Annars vegar þarna mjög takmörkuð gisting, vissulega fyrir þá sem eru betur borgandi, já. En þeir munu að samanskapi leggja langmest inn í verkefnið og kannski á einhver leiti borga aðra hluti sem eru ekki þá jafn sterkir. Á öðru leiti baðstaðurinn opinn öllum almenningi. Og við erum í raun og veru þá að opna einstaka upplifun fyrir fólk, hvaðanæfa af úr heiminum, til þess að upplifa jökulinn, náttúruna og hoffellið með einstökum hætti. Við erum að búa til segul sem er í raun og veru á að vera, sem markmið okkar, er að sé það einstakur að fólk sé tilbúið til þess að leggja á sig ansi mikið ferðalag og dvelja ansi langan tíma til þess að heimsækja þennan stað. Og það getum við ekki gert með öðrum hætti en með þessum, með því að þá að raun og veru, eins og við fórum yfir, byggja byggingunum við hliðina á öldunni og búa svo til einhvers sérstakann vá-effekt í gegnum ölduna. Við höfum líka sömuleiðis farið í gegnum rannsóknir á því raun og veru hvernig jökullinn kemur til með að þróast. Hann er þannig að bara örstutt jökulvatnið eða lónið það djúpt og beintengt við jökullinn. Þannig að minnstakosti í 100 árum mun áfram jakar falla í Hoffellslón og vera í því. Sigrún, þú spurningu. Nú hef ég farið í heitupottana í Hoffelli, þetta er mjög skemmtilegu staðir og það er ofboðslega gaman að vera þar að vetrarlagi, snjór yfir öllu, horfa á stjörnurnar. Ætlið þið að hafa líka möguleika á baðláni þar niður frá þessi megin þungin eða eru þið bara að hugsa að fá alla upp eftir í bað? Það er alveg aðferðar líka þarna niður frá. Spurningusal hvort að það verði möguleiki að komast líka í baðlón eða bað niður frá versus upp frá? Sko, nei, við gerum ekki ráð fyrir því. Bæði vegna þess að við erum með mjög takmarkað heitt vatn. Þannig að við erum þá að velja á milli. Og vissulega, ég hef baðað nokkru sinnum í pottunum og bæða vetur og sumri og vissulega er það áhugavert en það er ekki einstakt. Og þegar þú ætlar að gera stað sem á að verða einstakur, þá þessi heitur pottur flottur þar sem hann þú getur verið á öðrum stað á Íslandi í heitum potti við svipaðar aðstæður. Einstaklingin kemur af því að það er eitthvað sem fyrir yfir einhver mark og það er eitthvað sem þú átt ekki von á og það er það sem við teljum að geti búið til segulinn. Þetta kallast líka á kannski við þessa tvískinningsháttur að hluta til eins og vorum að tala áðan með, skulum við segja, nálgununa en þá getur líka bara samahátt sagt eigum við þá Íslendingar ekki að ferðast. Hvar erum við í heiminum? Við erum á eylandi og við bara það að við vinnum og viljum fara erlendis þá erum við mjög neikvæð með að við ýmis önnur svæði í heiminum. Þannig að þetta er mjög erfitt að draga þessar línur og það gildir sama hérna með heita vatnið ef við þurfum að velja á milli niður frá eða upp frá þá erum við að horfa til þess að nýta vatnið því þetta er umverulega auðlind og mjög verðmætt og við ætlum að nota það til þess að búa til segulinn. Við ætlum að taka 2 spurningar í viðbót. Nema að það sé bara búið að tæma. Jæja, gjörðu svo vel, já. Hvað sjáu þið fyrir ykkur að þið muni starfa að því og stuðla afleiðustörfum og nota það sem þið í samfélaginu og vinna með bæði ferðarþjónustu og svo fyrirtækjum á svæðinu sem að bjóða ýmsa þjónustu eins og fattarheilsun og annað þess háttar. Munu þið vinna sem er sjálfir eða nota meira þær auðlindir sem eru þegar í samfélaginu? Hér er spurning hvernig þið hyggist starfa með samfélaginu, það er að segja, nýta okkar auðlindir, þekkingu, samstarf. Já, sko,
við fögnum því meira sem er til, því að við höfum gjarna viljað í Kerlingarfjöllum að það hefði verið einhver aðstæða á svæðinu og hefði einfalt okkur. Það er ekki okkar áhugi að reka allar einingar, hvort sem það heitir þvottahús og annað. Við viljum tryggja bara ákveðin gæði í því sem við erum að bera fram fyrir okkar gesti, hvort sem það er matur eða annað, en það er ekki okkar markmið. Það er mjög neikvægt að vera að flytja mikið af matvælum út all land og því miður er Ísland mjög illa sett þar og það verður mjög athyglisvert að raunverulega að gera svipaða greiningu og við erum að gera á verkefninu á hvaðan maturinn sem við erum að borða kemur og hvað mjólkurafurðir eru búin að fara oft fram og tilbaka út allt. Þannig að það er ansi margt sem er hægt að gera betur og við munum virkilega leita því að hvað er hægt að fá á svæðinu, líka í samstarfi við hluta því sem við viljum bæta í upplifunarpakkann í okkur eru afþreyingar. Við höfum ekki verið að sjá þá fyrir okkur að við séum að búa til allar afþreyingar sem að verða til á svæðinu. Við höfum rætt til dæmis með tjaldstæði, það er tjaldstæði þegar á svæðinu. Saman með hótel, við erum ekki að sjá fyrir okkur risastórt hótel. Þannig að við erum algjörlega að hugsa þetta í þeirri mynd að það sé í díalóg og raunverulega það sem er þegar á svæðinu, að það sé verið vinna saman og raunverulega styrkja það. Bara til að fylgjast eftir að þá, ég meina Bláa lónið kaupir allar sinn fisk í Grindavík og fer ekki neitt annað með sinn fisk. Við erum inn í Skeið- og Gnúpverjahreppi, við erum alla verktaka Skeið- og Gnúpverja í vinnu eða beint eða óbeint. Það er bara því að það er miklu betra fyrir okkur og það bara skilur þetta miklu betur. Við áttum klukkutíma hérna núna í dag og við nýttum hann og við heimsóttum Skinnið Þinganes vegna þess að við vildum bara vita hvað getið þið gert fyrir okkur í matvælum, hvað er að gerast með Flatey, eigum við að búið til gróðrús, skiljið. Við erum að velta þessu fyrir okkur og þess vegna er líka svo skemmtilegt að það var einhver hugmynd sem kom fram í spjalli okkar Sigurjóns sem það var gaman að vera með lokal mat og gera eitthvað með hann og það er bara boltinn komin á stað og við erum að fara þetta fram og eftir og það er bara vegna þess að okkur finnst þetta að vera hluti því sem við erum að gera. Það er miklu skemmtilega fyrir gestinu okkar að segja að fiskurinn er héðan og tómaturinn er héðan fremur en innfluttur og svo framvegis og framvegis. Þarna fara hagsmunir okkar mjög vel saman og við eigum að geta gert mjög fína hluti þar. Við höfum núna, eins og þið heyrið, áherslur okkar eru skýrar. Við ætlum að reyna að búa til verkefni sem er einstakt á heimsvísu. Við ætlum að reyna að búa til verkefni sem er einstakt á Íslandi vegna að nálgast sjálfbærni og umhverfismál. Við erum að fara að fá hingað fólk sem ætlar vonandi að dvelja hjá okkur lengra. Við ætlum að skapa þannig verkefni að fólk segir förum að Hoffelli, förum að Hortnafirði og dveljum þar í 2 nætur. Það er svo mikið að gera þar. Af því að það er, bara til þess að þið áttu ykkur á því, það er að fara í baðstað og vera í meðaltími fólks í baðstað er svona 60 til 80 mínútur. En við erum hér að Hoffelli að búa til heimsókn sem er hvernig. Þú kemur að gestastofu, það er sýning í gestastofunni. Það er upplifun, þú getur fengið afþreying og svo framvegis. Svo fer ég út og fer innettir og þú ert í baði. Svo þetta í baði og þú ert að fara tilbaka aftur. Þetta er kannski orðið 4-5 tímar. Og hvað þýðir það? Það þýðir að fólk er orðið svangt. Það þýðir að það er að hugsa heimsóknin í heild. Og það þýðir það væntanlega önnur nótt. Skiljið. Það þýðir það að fólk er þá kannski fara að dvelja 2 nætur eða 3 nætur hér á þessu svæði. Og það er þannig típa af ferðamönnum sem við viljum, sá sem kemur og dvelur en er ekki að líta á þetta svæði sem einhver stoppustuð á leiðin eitthvað annað. Þetta er að hluta til þess að til þess að fólk leggi á sig þessa hluti, þá þarf upplifun sem þau er að eyða þessari orku og tíma í að hún þarf að vera það sérstök að hún réttlæti þennan tíma. Og það er ástæðan að það eru fleiri lón og staðir, baðstæðir á Íslandi sem að hafa opnað hér og þar og ganga misjafnlega vel vegna þess að þeir gleyma þessari litlu að þú þarft að gera eitthvað meira til þess að láta fólki gera þeirra ekstra. Og það er það sem við erum að segja, jú, auðvitað væri gaman að láta ölduna og gera ekki neitt, en við þurfum á því að halda til að búa til allt hitt fara af stað. En þá erum við að segja hvernig getum við balansera það og gert það samt einslítil inngrip eins og hægt er, en við þurfum á því að halda til þess að láta ákveðin, bolta byrja að snúast. En þegar hann byrjar að snúast, þá byggist utan á hann. Og það er hluta til dæmis því að við höfum verið í öðrum verkefnum landið að það er alltaf vilja verið að vinna eins mikið eins og hægt er með lokal mat og handverk og annað. En þetta er oft hvenær byrjar eitthvað og hvenær stoppar eitthvað. Og þannig við tökum díalógi við eitthvað mjög snemma því að við vitum verkefni fyrir austan við ætlum að reyna að vinna miklu meira með lokal hráefni þar í vök en hins vegar það voru ákveðin erfiðleikar í því að því á endanum
þá er ekki alltaf hægt að fá matinn eða það hráefna réttum tíma og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið samstarf ef að menn ætla að reyna að gera eitthvað öðruvísi og sérstakt, að þá verður við að vinna mikkur og öfugt og það verður allir að vinna saman að því. Þá er hægt að teikna eitthvað kerfið ekosystem sem að getur staðið undir því og virkað. Heyriði, ein spurning viðbót ef að einhver kemur með hönd á loft og ef ekki þá ætlum við einmitt að fara fram eftir augnablik og þar eru snittur, þar er Ómar og Ætel eru með snittur líka, það er bjórsmakk frá Heppu og það er humarsúpan hans Bróa. En ég vil þakka og hrósa ykkur hjá Bláa lóninu fyrir það að eiga frumkvæði að því á þessum tímapunkti, svona snemma í ferlinu, að halda þennan íbúafund. Ég veit að þið eru líka með á stefnuskráni að halda málþing svona tengda sjálfbærni í haust og ég finnst það mjög áhugavert og það hefur verið gaman að vera í samskiptum við ykkur og það er alveg til eftirbreytni hvernig þið hafið staðið að þessu samtali. Ég vil þakka ykkur öllum innilega fyrir að mæta, frábær mæting sem að sýnir að það er áhugi á því sem er að gerast og þessu verkefni og þakka þeim sem að spurðu og komu mjög góðar spurningar. Og svo vil ég að lokum þakka okkar fólki, þær voru nú í þessu að gera og græja Eyrún og Árdís og Erla og svo framvegis og Brói á fullu í allan dag en ef við ekki að enda þetta bara með því að klappa fyrir þessum fundi og fara fram og njóta, það er rautt og hvítt og bjór og endilega eigum góða stund saman. Takk ykkur fyrir.